Já, góðan daginn, áriði góðir og verið velkomin hér í KA TV. Hér erum við að fara að sína frá öðru kraftlyftingamóti hér helgina. Nú er komið að sumarmóti LSI og KA í ólympískum lyftingum. Verður áhugavert að sjá hvernig þetta fer fram hérna hjá okkur. Kíkjum við að sjá á hverjir er að keppa hérna núna. Svona. Hérna sjáum við þær Bríet Önnu Heiðarsdóttur, Freyju Björt Svavarsdóttur, Rakel Söru Snorradóttur, Indíana Lind Gylfadóttur og Önnu G. Halldórsdóttur sem er að fara að keppa hérna núna. Byrjum á konunum. Hérna sjáum við hérna Freyju. Svo er það Rakel Söru Snorradóttir, hún keppti einnig lyftingafélagi Reykjavíkur. Já, Rakel Sara báðar úr lyftingafélagi Reykjavíkur. Já, þetta er Anna Halldórsdóttir sem að keppi fyrir Hamar. Já, nýknýttur Evrópumeistari, frábært. Alveg keppendur hér í dag. Bríet Anna Heiðarsdóttir úr lyftingafélagi Reykjavíkur og svo síðust. Já, og svo er hún hérna Indíana Lind frá lyftingafélagi Kópavogs. Það voru 10 mínútur í fyrstu lyftu, þetta fer alltaf að hefjast. Verður mjög áhugavert að sjá hvernig þetta fer hérna fram hjá okkur í dag. En ég ætla að leyfa vindurum aðeins að lifa þangað til að kemur aðeins þegar ég sjáu á skjánum niðurtalningana. En ég kem aftur eftir smástund.
Já, þá eru hérna með 2 mínútur í að við förum að byrja þetta hérna. Það er hún Freyja Björt Svavarsdóttir sem að mun hefja leik hérna eftir eins og segjum 2 mínútur eins og sjáum á skjánum. Sjáum hérna frá uppbytunar svæðinu sem að stelpunnar að gera sér klarar. Byrjum á snats eða snurun og Freyja Björt mun byrja í 50 kílóum. Við kíkjum aftur hérna aðeins á hverjir er að keppa hér í dag. Sjáum hérna, það er við byrjum á henni Freyju Björt, síðan kemur hún Rakel Sara Snorradóttir, svo Anna G. Halldórsdóttir, Bríet Anna Heiðarsdóttir og svo hún Indiana Lind Gylfadóttir. Og svo förum við eftir þegar það er búið að keppa í störuninni, þá förum við í clean and jerk eða jafnhendinguna eins og kallum á íslenskunni góðu og fáum væntanlega virkilega spennandi og skemmtilegt mót hérna. Frábært að fá þetta sumarmót LSI Inga Norður og voru svona með Íslandsmót í reiðstu lyftu hér í gær einnig í beinni á KA TV og bara virkilega gaman að fá þessi flottu lyftingamót Inga Norður, mikill kraftur í lyftingadeild KA og eiga er mikið hróskilið sem að standa þeirri deild að þetta mikla verk sem búið að fara í það að gera þennan íþróttasal hér í KA að þessari flottu lyftingastöðu hérna helgina. Og eins og ég segi bara virkilega gaman að fá þetta flotta mót hingað norður og fá aðeins að skynast betur aftur í lyftingaheimin eftir annað árið í röð sem að þessi mót eru haldin hérna á Akureyri. Og að fyrsta fall er Rakel Sara Snorradóttir frá Leikfélagi Reykjavíkur með 50 kíló. Það er breyting. Hún hækkar í 55 kíló. Svona. Það er breyting hérna og þannig að Bríet Anna Heiðarsdóttir er þá næst með 54 kíló. Hún gerir líka breytingu, þetta er að lífa fyrir í þessu. Já, það byrjar strax þessi skemmtilegi leikur sem við þekkjum öll að breyta svolítið þessum þyngdum. Ja, hérna kemur hún Freyja Björt, 55 kíló á stönginni. Já. Já, glæsileg lyfta í henni. Frábært. Aðeins að reyna að laga grafíkina hérna hjá okkur. Svona.
Já, og kemur Rakel Sara Snorradóttir úr Lyftingafélagi Reykjavíkur. Hún að reyna við 55 kíló. Já, glæsilegt. Sjáum þetta aftur hérna. Glæsileg gildlifta í henni, 55 kíló. Já, henni Rakel Söru. Sjáum þetta aftur hérna. Já, frábær lifta. Og þetta er 3 já, allir dómararnir sammála það, eðlilega. Næst er þá Anna Halldórsdóttir úr Lyftingafélagi Hamars. Stöngin klár. Hún að taka 55 kíló hérna. Sjáum hvað hún Anna gerir. Já, glæsileg lifta og þetta er að sjálfsögðu gild lifta. Allt dómarar sammála það. Sjáum þetta aftur hérna hjá henni. Anna ekki neinu vandræði með þetta. 55 kíló á loft hérna. Já, glæsileg lifta og þetta fer vel að staðina hjá okkur. Og þá er næst hún Freyja Björt Svavarsdóttir. Já, hún gerir breytingu, þannig að það er við erum upp í 57 kíló, já. Henni er áfram næst. Stöngin klár. Freyja Björt. 57 kíló á stönginni. Svona, kemur Freyja. Já, frábær lifta, 57 kíló, þetta gerir hún virkilega vel og þetta er 3 já að sjálfsögðu. Sjáum þetta aftur hérna hjá Freyju. Næsta pall er Rakel Sara Snorradóttir. Þá er Rakel Sara næsta dagskrá fyrir Lyftingafélagi Reykjavíkur. Hennar önnur lifta, 57 kíló á stönginni. Nei, gerir breytinguna. Bæti við kílóið fyrir upp 58 og þá er komið að Bríeti Önnu Heiðarsdóttur. Já, hann gerir breytinguna. Við erum allavega upp í 60 kíló, þannig að þá er komið að Rakel Söru aftur. 58 kíló á stönginni fyrir Rakel Söru og sjáum hérna, það eru mikla pælingar hérna bak við tjaldið. En já, hérna kemur Rakel Sara, 58 kíló á stönginni. Já. Virkilega vel gert hjá henni og það eru 3 já að sjálfsögðu. Sjáum þetta aftur hérna. Gefur sér góðan tíma í að ná gripinu réttu
og svo klárar hann þessa lyftu virkilega vel og 58 kíló í húsi á henni. Þá komið að Önnu Halldórsdóttur. Anna, hún lyftir fyrir lyftingardeild Hamars. Hún einnig að taka 58 kíló hérna og hér kemur hún. Kláraði 55 kíló áðan, hún búin að bæta við 58 kíló á stönginni og Anna, já, þetta klárar hún mjög vel og það áfram 3 já. Já, glæsilega gert. Og þá næst hún Freyja Björt Svavarsdóttir. Hún gerir breytingu á sinni lyftu. Hún fer frá 58 kílóum upp í 59 kíló. Já, hún ákveður að hækka við 59 kíló, já. Ok. Þriðja lyftan hjá Freyju Björt. Þú taka 55 og 57 kíló og núna við komum að 59 kílóunum. Já, hún gerir breytingu og svo sem við farin að lesa aðeins í það. Þá næst komið að Rakel Söru Snorradóttur. En hún gerir einnig breytinguna. Hún fer upp í 60 kíló, ok. Þá komið að Önnu Halldórsdóttur. Hún hækkar líka sin lyftu. Já, þá komið að Bríetu Hönnu. Þetta alltaf skemmtileg svona kænska sem í gangi. Og líka fínt að fá aðeins meiri hvíld á milli lyfta. Það alltaf að þessi 5 keppendur og það fínt að kaupa sér líka aðeins meiri tíma með því að hækka ávíxl. Þetta tekur virkilega á. Það verið að klára að gera stöngir að klára í 60 kíló. Já, hún klár hérna á stöngin. 60 kíló á stönginni. Bríet Anna. Það hún að taka þessa þyngd eða... Já, hérna kemur hún. Þetta hennar fyrsta lyfta. Það að byrja hérna í 60 kílóum. Bríet lyfti fyrir lyftingafélag Reykjavíkur. Já. Glæsileg lyfta. Og það 3 já. Sjáum þetta aftur hérna hjá henni Bríeti. Já, engi vandræði þarna og glæsileg lyfta í hús 60 kíló hjá Bríeti. Næst þá Freyja Björt Svavarsdóttir. Hún búin að taka 55 og 57 kíló, hún 60 kíló á stönginni og spurning hvort hún taki það. Já, hún kemur hérna. Freyja Björt úr lyftingafélagi Reykjavíkur, hennar þriðja lyfta hér í dag, komin upp í 60 kíló. Þetta alveg þyngd. Það gengur ekki því miður.
sjáum þetta aftur hérna. Fín tilraun en þetta alltaf orðið ákveðið stökk en komin upp í 60 og hún er ekki að klára það því miður. En getur enga síður verið ánægð með sig. Kláraði hérna 55 og 57 kílóin í fyrri lyftum hér í snöruninni og þá er komið að Rakel Söru Snorradóttur en þá 60 kíló á stönginni. Já. Hún ákveður að bæta við 1 kílói, 61 kíló á stönginni. Og Bríet Anna tók 60 kíló áðan í fyrstu lyftu. Hún er nú líklega að fara að hækka. Já, hún gerir breytingu. Og þannig að það er aftur komið að Rakel Söru Snorradóttur búin að taka 55 og 58 kíló. Spurning hvort hún reynir við 61 kíló eða hvort hún fari meira. Það eru miklar pælingar. Já, þetta kemur hún Rakel Sara Snorradóttir. Hennar þriðja og síðasta lyfta hérna í snöruninni. Hún að vera sannfærandi í fyrstu 2 lyftunum en hún er 61 kíló á stönginni. Og hér kemur Rakel. Já, hún er með þetta. Sýnist það glæsilega gert. Og þetta er heldur betur frábær lyfta hjá henni. Það eru 3 já, ekki spurning. Sjáum þetta aftur hérna hjá Rakel. Aldrei spurning þarna. Tóku smá tíma að finna jafnvægi hérna en svo klárar hún þetta algjörlega. Aldrei spurning hérna og hún klárar því alla sína lyftur hérna í snöruninni virkilega vel gert. Stöngin er klár fyrir Önnu G. 61 kíló. Hann var 61 kíló á stönginni fyrir hana Önnu Halldórsdóttur úr lyftingdeild Hamars. Hún er búin að klára 55 og 58 kíló. Hún er 61 kíló hjá henni í hennar þriðju og síðustu lyftu. Hvað gerir hún hér? Nei, því miður, það gengur ekki. Sjáum þetta eftir hérna hjá henni. Þetta er eins og búin að vega 2 mjög flotta lyftur, þetta 55 og 58 kíló en gengur ekki alveg hérna með 61 kílóið. Þá er komið að Bríeti Önnu Heiðarsdóttur úr lyftingafélagi Reykjavíkur. Hún er búin með eina lyftu, hún tók 60 kíló hérna áðan. Hún gerir breytingu. Eða hvað? Það er 62 kíló allavega á stönginni. Spurning hvort hún hækki sig aftur 1 kíló. Jæja, stöngin er klár. 62 kíló. Bríet Anna 62 kíló. Mér finnst líka að hún sé að fara að hækka. Já, hún gerir breytingu. Hækkar 1 kíló, ætlar að fara í 63 kíló en þá, ok. En hún er ennþá næst, þannig að kaupir hérna smá meiri tíma.
Stöngin klár. Stöngin er klár. Bríet Anna 63 kíló. Hér kemur Bríet Anna. Þessi hennar önnur lyfta fór mjög þægilega með 60 kílóan áðan. Hér kemur Bríet og já, gríðarlegur styrkur hérna hjá henni og klárar þetta virkilega vel og fær 3. Já, sjáum þetta aftur hérna hjá Bríeti. Mikil styrkur hérna og alvöru jafnvægi og klárar þetta 63 kíló, frábæra gert og þá já, Bríet næsti keppandi líka því að það nú smá bið í að Indiana Lind Gylfadóttir komi hérna upp á pallinn en hennar þyngd 74 kíló. Þannig að Bríet Anna fær ekkert rosalega langa hvíld núna. Spurning hvort hún taki 64 kíló en hvort hún reyni við 65. Miklar pælingar hérna bak við tjaldið. Gerir breytingu. Í 65 kíló. Já, ég aðeins að reyna að sýna ykkur betur stöðuna í þessu. Svona. Sjáum hérna að það Freyja, Rakel og Anna eru búin að klára sína lyftur. Nú bara spurning hversu langt Bríet Anna fer. Hún alltaf með 65 kíló á stönginni og svo tekur Indiana Lind við það eftir en hún alltaf að byrja í 74 kíló eins og við sjáum en já, hérna kemur hún Bríet Anna 65 kíló hennar þriðja og síðasta lyfta. Já, nei. Vantaði ekki mikið upp á þarna en því miður þá gengur þetta ekki upp hjá Bríeti. Sjáum þetta aftur hérna hjá henni. Næst á palli Indiana Lind Gylfadóttir. Gefur sér góðan tíma en sjáum aðeins skrökk þarna og þá verður þetta erfitt. En já, það þýðir það, þá erum við að fara upp í 74 kíló því þá komið að Indianu Lind. Sjáum eftir hérna stöðuna. Hérna í snöruninni sjáum að hún Rakel Sara Snorradóttir klárar 61 kíló en Bríet Anna Heiðarsdóttir náðu þarna 63. Svo komu Anna Halldórsdóttir með 58 og svo Freyja Björt með
77 kíló, en hérna er komið að Indíönu Lind. 74 kíló á stönginni og Indíana, já, finnur hérna jafnvægið og klárar þetta frábælega. Vel gert hjá henni og það eru 3 já. Sjáum þetta aftur hérna. Nýtir reynsluna þarna og klárar þetta virkilega vel. 74 kíló. Þá farið upp í 75 kíló á stöngina. Það finnst nú líklegt að hún hækki það nú eitthvað. Stöngin er klár með 75 kílóum en hún kemur hérna og hækka það líklega alla upp í 76 í bili. Stöngin er klár með 76 kílóum. Sjáum aftur hérna stöðuna því að Indíana er að gera aðra breytingu. Hún er farið upp í 77 kíló. Skemmtileg pæling hérna hjá kynunum í salnum. Þetta er ekki gert bara til þess að búa til verkefni fyrir þá sem að er á stönginni. Þetta er alveg taktík í þessu en Indíana Lind er líklegast að fara að reyna þetta við 77 kíló. En þá nægur tíma á klukkunni. Sjáum hvað Indíana Lind gerir. En aðrir keppendur eru að gera sig klára í næstu grein. Sem er jafnhendingin. Já. Indíana Lind ennþá pollróleg. 47 eftir að tímanum. Alveg spurning hvort hann sé að fara í aðra upphækkun. Nei, hérna kemur hún. Tók 74 kíló áðan. Nú er 77 kíló. Sjáum hvað hann gerir. Nei, það gengur ekki alveg. Sjáum þetta aftur hérna hjá henni. Já. Aðeins skökk þarna og var þetta erfitt og en ég sýnist hún ætla samt að hækka þyngdina engu að síður. Ég er væntanlega að fara upp í 78 kíló núna. Og komið 78 kíló á stöngina. Skiptum við aftur hérna á uppbytunarssvæðið. Líf og fjör hérna á svæðinu. Stöngin er klár í 78 kílóum. Og líklegt að Indíana taki þetta. Hefur ennþá nægan tíma.
Já, hérna kemur hún. Það er 78 kíló hennar síðasta lyfta í snöruninni. Nei, því miður, það gengur ekki heldur. Þannig að hún endar með 74 kíló. Nú er þetta ekki 15 mínútna pása. Sjáum eftir hérna, nú kemur 15 mínútna pása eins og við sjáum hérna niðri. Þá til við byrjum á clean and jerk keppninni eða hendingunni eins og við köllum þetta á íslenskunni. Góðu. Það var stúlkurnar líka lokið keppni og næst er það stelpurnar og clean og jerk kannski. Þannig já, við tökum aftur smá pásu án til að við gerum við klár í næstu keppni hjá stelpunum og leifum kannski stöðunni að lifa hérna.
Já, þá farið að styttast í að við hefjum leik á ný hérna. Sjáum að, já, hér tíminn búinn og þá förum við að klára að koma í gang, ætla að segja. Það komið að jafnhendingunni. Rakel Sara Snorradóttir fyrst með 56 kíló. Það eru mikla pælingar hérna bak við tjaldið en hér mætir Rakel Sara 56 kíló á stönginni og vel gert hjá henni og já. Þetta glæsileg lyfta hjá henni og það eru 3 já að sjálfsögðu. Sjá Rakel Sara eftir hérna. Frábær fyrsta lyfta 56 kíló og byrjar þetta mjög vel. Hún næst með 57 kíló, hún líklega að fara að hækka það eitthvað aðeins. Næsti keppandi á eftir henni svo Bríet Anna Heiðarsdóttir, hún með 64 kíló sem hennar upphafs þyngd. Þannig að Rakel Sara verður aðeins í sviðsljósinu núna. Hún ákveður að hækka við 58 kíló. Hún fara miklar pælingar hérna baksviðis. Stöngin klár með 58 kíló fyrir Rakel Söru. Það ennþá 1,5 á klukkunni. Spurning hvað Rakel gerir. Hvort hún taki 58 kíló en hvort hún hækki upp í 59. En það er alveg pátaróli hérna. Já. Önnur breyting og það heldur betur breyting. Hún fer upp í 60 kíló. Já. Tók 56 kíló en frekar þægilega á hann og hækkar það upp í 60 hérna. Hún var mjög sannfærandi í snuruninu áðan. Átti alla 3 lyftunar löglegar. Byrjaði 55 kílóðan, fór síðan 58 og endaði svo á að klára 61 kíló. Og núna í jafnhendingunni að hækka upp í 60 kíló eftir að hafa klárað 56 kílóðan áðan. Stöngin klár, þannig að sjáum að tíminn að telja hérna hjá okkur. Hér kemur hún. Ætlar að reyna við þessi 60 kíló, búin að fá hérna smá pásu eftir fyrirlyftu. Sjáum hvað hann gerir. Já, vel gert, virkilega vel gert, svo bara kláraði þetta. Já, það gerir hún glæsilega. Og bíða smá eftir að fá. Ég veit ekki af hverju, það voru einhverjir tæknilegu örðugleikar hérna. Að hún fyrir að bíða lengi eftir því að fá merkjum að megi að setja niður.
koma undanum. Enga síður bara virkilega flott lifta, að sjálfsögðu dæmt góð og gild. Það voru einhverju tæknilegu örðuleikar hérna á dómarunum. Gerðu það að verkum að hún þurfti að bíða full lengi þarna. Vonandi kemur það ekki í bakið á henni. Hún í 61 kíló, jú, ætli hún sé að fara að gera breytingu, mér finnst það líklegt. Mjög ást hún það sannfærandi með þessi 60 kíló, jú. Fyrir 62 kíló. Já, þessi mjög sannfærandi þarna í þessari lyftu, hún Rakel Sara. Og alveg spurning hvort hún fari jafnvel í meira heldur 62. Það kemur í ljós. Næsti keppandi er svo Bríet Anna Heiðarsdóttir. Hún er að byrja í 64 kílóum. Næst þar á eftir er Freyja Björt Svavarsdóttir með 70 kíló. Svo kemur Anna Halldórsdóttir með 73 og að lokum er Indiana Lind Gylfadóttir með hennar uppáðsþyngd 85 kíló. Það er svona aðeins meiri dreifing á þeim hérna í jafnhendingunni heldur hún var í snöruninni. Hún gerir afturbreytingu. Hún fer upp í 64 kíló, já ok, þannig þá er Bríet Anna Heiðarsdóttir næsta á dagskrá. Hún er komin upp í 64 kíló stingina. Þetta er aftur flott hækkun hjá Rakel Söru. Stöngin klár fyrir Bríeti Önnu. En hún er líklega að gera breytingu líka, sýnist mér. Hún ákveður að breyta sinni upp þyngd upp í 66 kíló og það hefði komið aftur að Rakel Söru. Rakel Sara er að taka 64 kíló hérna í sinni síðustu lyftu. Sýnist það allavega og hún ætla að taka þá þyngd. En það er það svo sem líka bara fínasta hækkun frá því áðan. Búin að taka 56 og 60 kíló, nú koma 64 hennar síðasta lyfta. Og já, virkilega vel gert hjá henni og bara kláraði þetta. Og gerir það og já, þannig kemur merki í loksins að með þetta niður og það er 3, já, frábær lyfta hjá henni. Allar 3 lyfturnar góðar og gildar hjá henni, endar í 64 kílóum, glæsilega gert og ég sýnist ég þurfa að lengja aðeins endursýningatíman. Já, glæsilega gert hjá Rakel Söru. Allar lyftunar hjá henni í dag löglegar og góðar. Endar með 61 kíló í snörun og 64 kíló í jafnhendingunni. En aftur gerir Bríet Anna breytingu á sinni uppáðsþyngd. Hún ætlar að byrja í 68 kílóum. Ætlaði að byrja í 64. Það er núna búin að hækka tvívegis og komin upp í 68 kíló. Bríet Anna úr lyftingafélagi Reykjavíkur. Sjáum að hér allt með kyrrum kjörum. Það er keppendur bara bíðarólegir. En hér kemur Bríet Anna. 68 kíló.
Já, nær að fóta sig þarna endanum, vel gert og svo er að klára þetta. Já, glæsilega gert hjá henni. Sjáum þetta aftur hérna. Nei, því miður. Ég verð með næstu lyft hjá henni. Það er glæsilega gert hjá henni. Byrjið hann að tekur hérna 68 kíló í sinni fyrstu lyftu. Hún er næst með 69 kíló, hún er væntanlega að fara að hækka það. Þá er líklegast næst á Freyja Björt Svavarsdóttir. Það er Bríet og Freyja báðar í 59 kg flokknum. Þannig að Freyja Björt með sína uppásþyngd 70 kíló. Það er spurning hvort að hún taki taktík á þetta og hækki það svo hann að komið aftur að Bríeti Önnu. Já, hún gerir það. Þá er komið aftur að henni Bríeti Önnu. Ég veist svona ekkert ólíklegt að hún hækki líka. Ég fannst hún frekar samfærandi með þessi 68 kíló sem tók á hann. Komin upp í 70 núna. Freyja Björt hækkaði upp í 72 kíló. Já, og hún gerir breytingu líka. Stöngin klár hérna fyrir Bríeti Önnu. 71 kíló, þetta er hækkun frá 3 kíló frá því áðan. Tekur hún þessa þyngd eða er hún að fara að hækka upp í 72 og koma þá rauðin að Freyju Björt. Allt með kyrrum kjörum hérna. Næ, hérna kemur hún Bríet Anna. Sjáum hvað hún gerir. 71 kíló á stönginni. Hennar önnur lyfta. Já, þetta er vel gert hjá henni og svo já, glæsilegt hægni, glæsilega gert hjá henni. Þetta er klálega 3 já, ekki spurning. Sjáum við aftur hérna hjá henni. 71 kíló komið og 2 flottar lyftur komnar hjá henni í clean and jerk eða jafnhendingunni. Og sjáum eftir hérna glæsileg lyfta og þá ákveður Freyja Björt að hækka sína upp á þyngd upp í 73 kíló. Það er komið aftur að Bríeti Önnu en hún er nú alveg klárlega að fara að hækka sig eitthvað, koma þá aftur að Freyju. Jó, hækkar í 73 kíló og þá er næst á dagskrá hún Freyja Björt. Þá er það búin að koma að uppastingtinni hjá Önnu Halldórsdóttur, þannig að núna er það 3. En Freyja Björt ákveður að hækka við 75 kíló, þannig að það er komið að Önnu Halldórsdóttur.
Stöngin klár fyrir Önnu eftir henn þá fyrsta lyfta nema hún ákveða að hækka líka. Nei, hún tekur 73 kílóin, mætir hér og já, glæsilega gert hjá henni, sýnir mikinn styrk þarna og klárar þetta glæsilega. Sjáum þetta eftir þarna 3 já frá dómarunum. Þannig að Anna komin hérna með 73 kíló. Sjáum við hérna aftur hvað hún gerir þetta vel. Já, virkilega vel klárað. Þá stöngin klár fyrir Bríeti Önnu Heiðarsdóttur. Spurningum taki 73 kílóin. Það þá hennar síðasta lyfta. Nei, minnst hún líkut hún sé að hækka alla upp í 74. Hækkaði 3 kíló áðan úr 68 upp í 71 og kláraði 71 kílóin mjög vel. Já. Og fyrir 74 kíló áfram samt næsta dagskrá. Þar á eftir svo Freyja Björt með 75 kíló. Það mér finnst nú líklegt að Bríet taki þessa þyngd. Stöngin klár fyrir hana, 74 kíló. Sjáum að Indiana Lind byrjuð að gera sér klára og hún ætlar að byrja í 90 kílóum. En hér kemur Bríet Anna. 74 kíló hennar þriðja og síðasta lyfta. Já, vel gert hjá henni og svo bara að klára þetta. Nei, það ekki alveg að klára. Enga sér virkilega góð tilraun hjá henni. Sjáum þetta eftir þetta hjá. Næsta fall Freyja Björt Þorvaldsdóttir með 75 kíló. Vantaði ekki mikið upp á hana hjá henni Bríet. En það því miður ekki að klára þetta. En getur enga sér verið mjög ánægð með sig í dag. Hún endar í 63 kílóum í snats eða snurruninni og 71 kíló í jafnhendingunni eða clean and jerk. En þá næst á dagskrá Freyja Björt Svavarsdóttir, hennar fyrsta lyfta hér í jafnhendingunni, 75 kíló á stönginni. Já, vel gert. Já, glæsilega gert og það 2 já. Þetta gild lyfta. Sá var smá vandræði með að ná að læsa þarna á lokastöðinni en það 2 já og það nóg. Glæsilega gert, 75 kíló, sjáum þetta aftur hérna. Það ríður verulega í en vel gert hjá henni, hún að klára þetta glæsilega. 76 kíló þá á stönginni fyrir Önnu Halldórsdóttur og hún tekur því og hún kemur hérna. Hennar önnur lyfta tók 73 kíló áðan. Já, og svo að klára þetta og já. Frábælega gert og þetta 3 já.
Já, þetta var nýtt Íslandsmet í hennar flokki. Klæsilega gert hjá Önnu. 76 kíló. Keppir í 87 kg flokki og þetta klárar hann frábælega. Nýtt Íslandsmet, já, almennilegt. Hér er allt með kjörum en það paksveis með bíðum eftir næsta keppanda. Freyja Björt er næst með 76 kíló en hún er alveg örugglega að fara að hækka það eitthvað. Stöngin er klár fyrir Freyju Björk, 76 kíló. 76 kíló á stönginni en þessi hún tók 75 áðan og kemur nú ekki óvart og myndi hækka það eitthvað. Freyja Björk fyrir 76 kíló í 77 kíló. Fyrir 77 kílóin. Æja, Anna Halldórsdóttir er strax búin að ákveða að fara í 79. Þannig að Freyja þarf að hækka 2 viðbóti og náttúrulega ekki eiga næstu lyftu. Stöngin er klár fyrir Freyju Björk, 77 kíló. 77 kíló, spurningum hún takið því eða eitthvað hún takið kannski 78. Það típiska hækka 3 kíló. Nei, hún tekur þetta, glæsilegt. Hér kemur Freyja Björt, 77 kíló. Kláraði 75 kílóan áðan. Yfir mengan tíma. Já. Vel gert, virkilega vel gert og nær hún að klára þetta. Já. Glæsilega gert. Og það eru 3 já. Það sjálfsögðu frábælega gert. Sjáum þetta aftur hjá henni Freyju. Virkaði jafnvel bara þægilega fyrir hann heldur 75 kílóin áðan. Já. Og fær núna 3, já, glæsilegt. Þá er búið að hækka upp í 78 kíló fyrir Freyju. Mér finnst nú líklegt að hún hækki það nú eitthvað. Hún virkaði bara samfærandi með þessi 77 kíló. Hún segir líklega að hækka það eitthvað. Freyja fer fyrir breytingu, fer á 78 kíló í 79 kíló. Já, hún fer upp í 79 kíló og þá er röðin komin að Önnu Halldórsdóttur. 79 kíló sem er bæði Evrópumet og heimsmet og hún er Já, Anna Halldórsdóttir með 79 kíló og það yrði nýtt heimsmet og alltaf líka Evrópumet. Þetta er einnig hennar síðasta lyfta. Hennar síðasta lyfta en hún fær hérna eina tilraun til að setja nýtt heimsmet í sínu flokki. Það er aldeilis. Sjáum hvað hún gerir. Já, hún tekur þessa þyngd og röltir hér upp á pallinn. Nægur tími eftir. 79 kíló. Nýtt Evrópu og heimsmet. Ef hún klárar þetta byrjar mjög vel. Og já, ég stýrst að hann á að klára þetta. Já, 2 já og það er á. Þetta er frábælega gert. Nýtt heimsmet. Sjáum þetta hérna hjá henni. Þetta reif vel í en þvílík yfirvegun sem hún sýnir hérna og klárar þetta frábælega og getur eðlilega verið mjög ánægð með þetta. Þetta fagnar hún vel þegar hún sér að það er komið 2 já. Stöngin er klár fyrir Freyju Björk, 79 kíló. Glæsilegt og Anna Halldórsdóttir endar þá með 79 kíló hérna í jafnhendingunni og 58 í snöruninni. Þannig
Já, glæsilegt, algjörlega glæsilegt og okkur alltaf skilst þetta sé þá nýtt heimsmet í hennar flokki. Það er algjörlega frábært. En hér kemur Freyja Björt Svavarsdóttir, hennar síðasta lyfta hér í dag, 79 kíló. Já. Þetta gerir hún virkilega vel. Nær hún að klára þetta. Já. Þetta hlýtur að vera góð að lyfta. Já, 3 já, það hlaut að vera glæsilega gert hjá Freyju. Og þetta klárar hún. 79 kíló sem hún hendir hérna upp á loft. Glæsilega gert. Það virkaði bara meira sannfærandi þyngdirnar fóru að verða hærri. Frábælega gert hjá henni og hún fer þá upp fyrir hana Bríeti Önnu í 59 kg flokki. Kíkjum betur það eftir en nú er komið að Indíönu Lind Gylfadóttur. Hún er að byrja í 90 kílóum og já, hún tekur því. 90 kíló Indíana Lind. Fædd árið 2000 og búin að vera að ná frábærum árangri núna. Byrjar hérna í 90 kílóum. Þetta byrjar vel hjá henni. Nær hún að klára þetta. Ég hef full að trúa því. Já. 3 já og þetta er glæsileg fyrsta lyfta hjá henni. Sjáum þetta aftur. Fær smá pásu en sjáum eftir hvernig hún klárar þetta. Þetta hrýður vel í, stígur fram og hann jafnaði henni aftur og klárar þetta frábælega. Já, Indíana er náttúrulega ein eftir. Hún ákveður að hækka bara 6 upp í 94 kíló. Engin ástæða til að vera eitthvað að hækka 1 og 1 kíló núna. Hún er bara ein eftir. Það getur bara að finna tíma. En já, 94 kíló. Önnur lyfta hjá henni. Já, sjáum hérna, það er mikil ánægja. Sýstra með hana Freyju Björt hérna áðan. Hún tók hérna þessi 79 kíló hérna áðan og gerði það algjörlega frábælega. Var eðlilega mjög ánægð með sig. Og svo náttúrulega þessi glæsilega lyfta hjá henni Önnu Halldórsdóttur áðan sem að okkur skilst að sé nýtt heimsmet í hennar flokki. Hún tók 79 kílóin. En hér kemur Indíana Lind. 94 kíló. Æ, hún er þess ekki því miður. Sjáum þetta aftur hérna hjá henni. Alveg spurning hvort að hún reyni aftur við 94 kílóin eða hvort hún reyni eitthvað að hækka meira. Eins og tíminn
líður á meðan. Þessi verið að spá og spekulera svo stýttist í að komið að köllunum. Einu og hálf mínúta eftir að tíman hjá Indíönu. Já, hún reynir aftur við 94 kílóin og sjáum hann hérna. Næja, það er alveg stuðning. Síðasta lyftan hjá konunum í dag, Indíana Lind Gylfadóttir, 94 kíló. Já, þetta er frábælega gert hjá henni. Nær hún að klára. Já. Glæsilega gert og þetta klárar hún. 3 já, frábær lyfta. Sjáum þetta aftur hérna. Gefur sér góðan tíma. Klára svo af mikilli yfirvegun. Sjáu þetta nær jafnvæginu og klárar þetta og sjáu þið. Hún veit að hún er búin að klára þetta, þannig að fagnar eðlilega vel og innilega. Glæsilega gert. Þá kannski kíkjum við örstutt á stöðuna. Svona endar þetta. Og svo kemur verðlaunafhendingin innan skams. Við tökum okkur smá pásu meðan það er verið að reikna út endanlega stöðuna hérna.
Já, þá er allt klárt fyrir verðlaunafendingu hérna fyrir kvennaflokkin. Vantar ennþá hérna eina, hún Bríett. Nája, fyrir ykkar heimilislegt bara á rólegt hjá okkur og býðum bara til að Bríett mæti á svæðið aftur. Sýnist allir keppnið þeirra bara mjög ánægðir með dagsverkið. Sjáum hérna tölvurnar sem að stelpurnar skiluðu. Indiana Lind endaði þannig að frábæri lyftu á 94 kílóum. Já, haldið áfram, Bríett greinilega eitthvað vant við látin. Í vigtun en það er bara svo sem gerist. Virkilega flott og skemmtilegt mót. Byrjum á því í þriðja sæti 0,40 synkrastigum frá öðru sætinu var Bríett Anna. Þriðja sæti. Já, Bríett Anna í þriðja sæti og hér kemur mitt hennar fulltrúi. Sjöun í sportvöru. Gefum henni gott klapp. Í öðru sæti var Freyja Björt Svavarsdóttir. Í öðru sæti Freyja Björt. Frábælega gert hjá henni. Sjá, hún endar hérna Unbroken dunga og kuldahlífa frá kulda. samtals með 136 kíló. Glæsilega gert og það er hérna smá varning hérna. Brynjar bara fyrst hvert á hann. Fyrsta sæti er Indiana Lind Gíladóttir. En í fyrsta sæti er hún Indiana Lind. Gjafabréf í skóðum frá Malbyggun Akureyrar, Norrlands og tösku frá Hybrid. Já, glæsilegar. Það var frábær keppni hjá þeim öllum. Það er svo sem verið gaman að hafa fleiri keppindur en það var orðið smá forföll en það er þeim sem að kepptu hérna í dag algjörlega frábærar og við fyrir þá að gera okkur klára í keppni kalla. Tökum við aftur smá pásu, komum svo að vörmuspori með snörunina hjá köllurum.
Já, þá erum við mætt aftur á svæðið hérna. Nú er komið að köllunum. Sjáum það eru 4 keppendur skráðu til leiks. Það er fyrstu til leiks er hann Guðjón Gauti Vignisson eins og sjáið blikkar hérna. Næstur er svo Kristinn Þór Hilmarsson, svo Aron Orri Alfreðsson og að lokum er hann Konráð Krummi Sigursson. En já, magnað að hafa þetta glæsilega mót hérna á Akureyri annað árið í röð. Sjáum að það styttist í kynninguna. Kíkjum þessi östuðt á, já, maður er allt með kyrrum kjörum á uppbytun á svæðinu, en það ættum enn að vera þokkalega góður núna. Við erum að fara í kynninguna. Kynningu á keppendum dagsins. Við strákarum að stíga upp á pall. Sá sem er fyrstur upp á pall þar fyrir neðstu. Þarna. Jæja, þetta koma þér. Upp á pall strákar, takk. Þannig ekkert að vera feimnir, en hérna sjáum við 4 keppenduna. Mættu alveg vera, já, aðeins meira miðju sinnaðir hérna, já, flottir. Og sjáum svo bara enda fleiri næsta sumar, eða ekki? Það urðu smá brottfall á skráningunni núna í morgun, en glæsilegir hérna og Guðjón Gauti Vignisson sem hérna keppi fyrir Íþróttabandalag Akraness. Klappa vel fyrir honum, hann ætlar að byrja í 55 kílóum. Síðan kemur Kristinn Þór Hilmarsson, lyftingafélag Reykjavíkur, stígur hérna fram. Svo er komið af heimamanninum, Aron Orri Alfreðsson, lyftingdeild KA, það er klappað vel fyrir honum. Glæsilegur Aron, hann var nú lengi í handboltanum með KA, en er núna kominn í lyftingarnar. Og svo á lokum er það Konráð Krummi Sigursson og lyftingafélagi Kópavogs. Þá hefjum við fyrstu lyftu eftir 10 mínútur. Það eru 10 mínútur í svo fyrstu lyftu. Þannig að nú þurfum við að fá meiri hasar í þetta aftur. Nú verður spennandi að sjá hvernig þetta fer hjá okkur.
Já, þá eru það að vera klár hérna í snurunni keppninni hjá strákunum. Guðjón Gauti Vignisson er fyrstur og mér sýnist hann vera búinn að hækka sína upphafsþyngd upp í 57 kíló. Fimmtán sekundur í að við förum að byrja þetta, kíkjum aðeins á uppbytunarsvæðið, það er svona aðeins búið að hrófast núna. Þetta keppnin að fara að byrja. Og þá hefum við keppni, sjáum að Guðjón Gauti Vignisson staðfest frá Akranesi, hann Guðjón Gauti. Stöngin klár fyrir hann, 57 kíló og niðurdælingin er hafin sem sjáið. Og hér kemur hann. Jæja, hvað gerir Guðjón hér í sinni fyrstu lyftu? 57 kíló. Já, frábær lyfta hjá honum, ekki neinu vandræði með þetta og það eru 3 já að sjálfsögðu dómarunum, sjáum þetta aftur hérna. Guðjón Gauti, 57 kíló loft hérna, hann er næstur á dagskrán einnig en ef hann hækki 3 kíló upp í 60, sjáum hvað hann gerir í sinni upphækkun. Þetta er frábær lyfta hjá honum. Hann gerir breytingu á 58 upp í 62 kíló, já, ok, það er alveg upphækkun. Þannig að Kristinn Þór Hilmarsson er næstur með 60 kíló. Ekki nema hann ákveða að breyta því líka. Allavega er verið að undirbúa stöngina. Stöngin er klár. Já. 60 kíló fyrir Kristinn Þór. Já, hann tekur því. Hér kemur hann, heldur sig við sína upphafsþyngd. Já. Og nær hann að vera stöður hérna. Já, 3 já. Frábærlega gert hjá honum. Hann var svo snöggur að þessu að hendursýningin er bara með öllri engengu líka. En já, Kristinn Þór Hilmarsson hérna með 60 kíló í fyrstu lyftu. Glæsilega gert hjá honum. En hann lyfti fyrir lyftingafélag Reykjavíkur. Já, frábært, algjörlega frábært hjá honum. Þá er röðin komin að Guðjóni Gauta Vignissyni sem að lyfti 57 kíló með sinni fyrstu lyftu áðan. Hann er með 62 kíló núna. 62 kíló, þetta er alvöru hækkun hjá honum og 5 kíló. Sjáum hvað hann gerir hér. Hann reyðir af með 62 kíló. Já, hérna kemur hann. Já, glæsilega gert hjá honum. Engi vandræði og halveg spurning hvað hann getur farið langt þessi glæsileg kappi hann Guðjón.
Sjáum þetta aftur hérna hjá honum. 62 kíló og fór létt með það í sinni annari lyftu. Þá komið að Kristni Þór Hilmarsinni. Hann tók 60 kíló áðan og spurði hvort hann tæki 62 eða hvort hann sé ekki að fara að hækka aðeins meira. Svo styttist í að Aron Orri Alfreðsson kom inn í þetta líka. Hans upphafsþyngd 67 kíló. Fulltrúi lyftingadeildar KA. En já, Kristinn fyrir 63 kíló. Þannig að það aftur verið að bæta við á stöngina. Stöngin klár fyrir Kristinn Þór Hilmarsson. Hér kemur hann. Tók 60 kíló í fyrstu lyftu. Hvað gerir hann hér með 63? Já. Frábærlega gert hjá honum. Og þetta 3 já að sjálfsögðu glæsileg lyfta. Sjáum hann aftur hérna. Ánægður líka með Kristinn. Hann ekki að tvínuna við þetta. Hann bara gengur hrakleiðis af stönginni og bombar henni upp. Virkar ekki flókið fyrir hann. Glæsilegt. En þá næstur hann Guðjón Gauti sem reyndar ákveður að þyngja upp í 65 kíló. Þannig að það aftur röðin komin að Kristni Þór. En hann svo sem vantanlega bæti við meira heldur en 1 kílói. Þannig að röðin verður vantanlega komin aftur að Guðjóni Gauta. Já. Þannig að það komið aftur að Guðjóni Gauta. Með 65 kíló. Þetta búin að taka 57 og 62 kíló. Þessi hann hækkaði þessum 5 kíló milli fyrstu og annara lyftu. Spurning hvort hann þori í meira þetta en 3 kíló núna. Eins og auðvitað skiptir þetta allir máli bara að ná lyftunum góðum. En stöngin þetta var klár með 65 kíló fyrir Guðjón Gauta. Já, hérna kemur hann. Síðasta lyftan í snurruninni hjá Guðjóni Gauta. Já, frábær lyfta hjá honum. Og það virðist eins og hann eigi við ennþá meira inni. Glæsilegur. Tekur alla 3 góðar að gildar. Sjáum þetta aftur þetta hjá honum. Hvernig hann klárar þessi 65 kíló. 60 kíló í fyrstu lyftu. Nei, fyrir ekki 57 kíló í fyrstu lyftu. 62 í þeirri annari. Og svo 65 kíló í þeirri þriðju og síðastu. Glæsilega gert hjá honum. En næstur á dagskrá Kristinn Þór Hilmarsson, 65 kíló. Hann búinn með klára hann að 60 og 63 kílóin. Spurning hvort hann tækir 65, hvort hann kannski hækki upp í 66. Kannski ekkert, kemur alltaf ekkert kannski mikið ávart. Já, hann gerir breytingu. Fyrir 66 kílóin, já. Heldur sig við að bæta 3 kíló. Stöngin klár fyrir hann og ég sýnist að hann ætlar að koma núna. Jú, nú kemur hann. Kristinn Þór Hilmarsson fyrir Lyftingafélag Reykjavíkur. Hans síðasta lyfta í snurruninni.
Fættur 2007 þessi kappi og já, þetta er glæsilega gert hjá honum og þetta er ekki nokkur spurning, það eru 3 já. Sjáum þetta aftur, glæsileg lyfta hjá Kristni Þór, hann endar þá í 66 kílóum og sjáu hvað hann gerir frábærlega hérna. Já, vel gert, en þá er röðin komin að heimamanninum Aroni Orra Alfreðssyni. Þetta er hans fyrsta mót, þessi hann var nú alltaf í handbolta þessi kappi, en er núna komin í lyftingarnar og það er gaman að sjá það. En það er gríðarlega mikil kraftur í hans fjölskyldu og kemur kannski mikið óvart að sjá hann fara í lyftingarnar og verður spennt að sjá hvernig hann reiðir af hérna. Hérna kemur hann, Aron Orri glæsilegur, 67 kíló er upp á stingdin hjá honum. Já, engi vandræði, frábærlega gert hjá Aroni Orra. Já, fagnar þessu vel og innilega. Sjáum þetta aftur hérna. Glæsileg lyfta hjá honum, 67 kíló í hús hjá honum. Eins og hans fyrsta mót. Það fer frábærlega stað, sjáu þessa lyftu hjá honum, glæsilega gert. Og hann ákveður að hækka upp í 71 kíló í næstu lyftu. Stöngin klár. Sjötíu og 1 kíló á stönginni. Þetta er aukning 4 kíló frá því áðan. Var ansi sannfærandi með þessi 67 kíló áðan. Nægu tíma klukkunni. Hann gerir aftur breytingu, já. 73 kíló, já. Það er þá aukning 6 kíló frá því áðan. Svo maður allt með kyrrum kjörum á uppbytunarsvæðinu. En stöngin er klár fyrir Aron Orra Alfreðsson. Heimamaðurinn að gera hérna alvöru hluti, 73 kíló. Nú er bara spurning hvort að hann ná ekki að örugglega klára það. Aron Orri, hans fyrsta mót og hans fyrsta lyfta var hrikalega sannfærandi og það sannfærandi að hann er hvergi banki við að fara upp í 73 kíló og hér mætir það til leiks. Já, og svo. Já, mér sýnst að vera með þetta. Frábærlega gert. Þvílíkur kraftur í þessum gæja. Það eru 3 já. Glæsilegur, sjáum þetta aftur hérna hjá honum. Hann á næstu þyngd líka og hann er ákveður aftur að bæta verulega í. Sjáum þetta aftur hérna, hann tekur sér 73 kíló. Glæsileg lyfta, aldrei spurning og hann ákveður aftur að þyngja verulega. Kominn upp í 78 kíló núna, það er aukning 5 kíló og við sýnist það jafnvel vera að pæla í meiru.
Sjáum hvað setur. Stöngin er allavega klár í 78 kílóum. Það er allavega einhverjar pælingar í gangi hvort að það þyngi jafnvel eitthvað lítið meira, en það sé nú svo ekki oft svona mikla aukningu frá uppásþyngd í þá síðastu. Aukningum 11 kíló. Hann gerir breytingu og hann fer upp í 81 kíló. Já, hérna. Þetta er almennilegt. Þetta er aukningum 14 kíló frá uppásþyngdinni. Hann er svo búin að vera gríðarlega sannfærandi í þessum lyftum, þannig að ég skilði að vera mjög vel að hann sé kókraustur og ætli bara að kíla á þetta. 81 kíló. Ef hann tekur þetta þá er þetta ekkert eðlilega vel gert á hans fyrsta móti. Sjáum hvað setur. Aron Orri Alfreðsson, tvítugur kappi í lyftingadeild KA. Svo eftir tekum við Konráð Krummi Sigurðsson úr lyftingafélagi Kópavogs. Hann byrjar í 85 kílóum. Hér kemur Aron Orri. Áttatíu og 1 kíló, hvað gerir drengurinn? Mér sýnist að vera með þetta ótrúlegur gæi. Hann tekur 81 kílóin eins og ekkert sé. Og það er klappað vel fyrir honum. Sjáum þetta aftur hérna, heimamaðurinn úr KA. Hann gæti örugglega farið töluvert hærra, en byrjar í 67 kílóum, fer svo í 73 og klárar hérna 81 kíló, glæsilegur. Og já, þá er komið að Konráð Krumma Sigurðssyni. Hann ætlar að byrja í 90 kíló, hann bætir aftur við hérna. En kíkjum kannski örstutt á meðan vera að gera stöngina klára. Stöðuna hérna hjá köllunum. Kristinn Þór Hilmarsson úr lyftingafélagi Reykjavíkur endaði með 66 kíló. Guðjón Gauti Vignisson með 65. Aron Orri kláraði svo með 81 kíló og nú er komið að honum Konráð Krumma Sigurðssyni og lyftingafélagi Kópavogs. Hans fyrsta þyngd er 90 kíló. Grjótharður hérna. Og já, vel gert, virkilega vel gert. Klárar þetta stakri bríði. Það eru 3 já, sjáum þetta aftur hérna hjá honum. Konráð Krummi er síðasti keppandinn, þannig að það er bara spurning hvað hann treystir sér í hérna. Stöngin er klár allavega með 91 kílói. Hann fyrir nú vantilega eitthvað meira, virkaði mjög sannfærandi með þessi 90 kíló sem var að klára hérna. Já, hann fyrir með 92 kíló núna. Gætur alveg trúið að hann taki aðra upphækkun áður en hann lyftir. Stöngin er klár í 92 kílóum sem að menn eru mjög rólegir bara að bíða eftir næstu keppni. En eins og þessi Konráð Krummi er einn eftir. Hann fyrir 95 kíló, já. Þetta er vantilega þá þyngdir sem hann ætlar að taka.
mótorunum. En stöngin klár. 95 kíló, Konráð Krummi Sigurðsson. Hann ennþá næga tíma, hann væntanlega kemur ekki alveg strax, en mér veist hún alltaf líka þann takja þess að þyngd. Minnum á að það svo clean and jerk á eftir, þannig að það ennþá nóg eftir og að snurunni sé að ljúka hér. En sjáum hvaðan Konráð Krummi gerir. Hér allavega kemur hann upp á pallinn, 95 kíló á stönginni. Já, glæsilegur, nær að finna jafnvægi hérna og klára þessa lyftu með glæsi brag og það klappað vel fyrir honum skiljanlega. 3 já og 95 kíló í húsi á Konráð Krumma. Sjáum þetta aftur, þessa lyftu hjá honum. Glæsilegt, algjörlega glæsilegt og er bara spurning hvað stefnir hann á að taka í sinni síðustu lyftu. En sjáum hérna, nær að finna jafnvægi þarna undir restina og klárar þessa lyftu virkilega vel. Já, hann ákveður að hækka upp í 97 kíló. Spurning hvort að hann taki þá þyngd eða hvort hann hækki aftur. Komið aftur smá líf í uppbytunarsvæðið. Það menn að gera sig klára fyrir jafnhendinguna eða clean and jerk. Já, þetta gerir Konráð Krummi aðra breytingu. Við erum í 98 kíló núna, ok. Stöngin klár með 98 kílóum. Nei, hann gerir hann aðra breytingu. Hann fer í 100 kíló. Glæsilegt. 3 stafa tala. Skiptum aftur hérna yfir á pallinn. Sjáum hérna verið að setja 100 kíló á stöngina og Konráð Krummi nú líklega að fara að ráðast á þessa þyngd. Stöngin klár og tíminn en það nóg eftir tímanum, hann hefur ennþá góðan tíma til þess að undirbúa sig fyrir þessa lyftu. Síðasta lyftan í snöruninni. Svo fyrir við að gera okkur klár fyrir jafnhendinguna. Já, hérna kemur Konráð, hans þriðja og síðasta lyfta í snöruninni
og það eru 100 kíló undir hérna. Jæja, þetta kemur hann. Já, frábærlega gert hjá honum, hann er að klára hérna 100 kíló, það er klappað vel fyrir honum, eðlilega. Sjáum þetta aftur hérna, glæsileg frammistaða og eiginlega bara algjörlega magnað líka pæli því að allir 4 keppendurnir kláruðu alla sína 3 lyftur hér í snurruninni. Sjáuði Konráð hérna, glæsilega gert hjá honum, eðlilega fagnar hann að þessu og fær svo klap frá Indíunu í kjölfarið. En já, sjáum hérna stöðuna eftir snurrunina. Þetta er glæsilegt, allir 4 keppinir kláruðu alla sína 3 lyftur og virkilega gaman að sjá þetta. En þá fyrir að gera eitthvað klár fyrir jafnhendinguna eða clean and jerk og það eru rétt rúmar 14 mínútur ef við byrjum það. Þannig að við tökum aftur smá pásu og komum svo fersk inn í næstu grein.
Já, þá erum við að vera klár hérna í síðasta hlutan hjá okkur í dag hérna á þessu sumarmóti LSI og KA. Komið að clean and jerk hjá köllunum eða hendingunni. Sjáum að Kristinn Þór Hilmarsson fyrstur á dagskrá. Hann með uppásþyngd upp á 60 kíló eins og sjáum við blikka hérna á skjánum. Næstur þar á eftir svo Guðjón Gauti Vignisson með 75 kíló sem uppásþyngd. Þriðji svo Aron Orri Alfreðsson, heimamaðurinn úr KA með 85 kíló og að lokum Konráð Krummi Sigursson með uppásþyngd 110 kíló. En hér niðurtalningin búin og við erum klár í fyrstu lyftu. 60 kíló hér klár fyrir Kristinn Þór sem að virðist skjána þess fyrir sér meðan gerir sér kláran og röltir svo hérna. Nei, hann gerir breytingu. Heyrðu nú mig, hann gerir heldur betur breytingu. Hann fer úr 60 kíló upp í 70. Þannig að það heldur betur breyting sem að verður hér á stönginni. Hann breytur uppásþyngdina úr 60 kíló upp í 70. Þetta alvöru breyting á kappanum. Já, hérna. Sjáum hérna að flestir að gera sér klára hérna á uppbytunarsvæðinu. Stöngin klár fyrir Kristinn. 40 sekúndur eftir að tímanum, hann væntanlega tekur þetta. Hann ólíklegt að hann ekki meira en 10 kíló. Já, þetta kemur hann hérna. Hér kemur Kristinn Þór Hilmarsson. Hans fyrsta lyfta í jafnhendingunni. Og já engi vandamál, fær dæmt gilda lyftu. Sjáum við aftur hérna, var aðeins óstöðugur en kláraði enga síður og fær hann að gilda. Og já, hann var eins og sé með fyrstu þyngd skráða 60 kíló, ákveða breytinu 70 og klára 70 kíló, en þannig að 60 var greinilega full lágt tala fyrir hann. En vel gert, virkilega vel gert. Stöngin klár með 71 kíló núna, hann verður nú væntanlega að hækka það eitthvað. En Guðjón Gauti kemur svo þar á eftir með 75 kíló, hann spurði hvort að Kristinn Þór haldi áfram að hækka verulega. Já, hækkar í 72 kílóin. Þú líka þegar hann tekja allavega eina hækkar viðbót. Einu og hálf mínútu eftir af tímanum, þannig að það nægur tími. En bara spurning hvort hann taki 72 kíló ekkert hann ákveða að hækka aftur. Kannski ekkert vitlaust að taka bara þessa þyngd. Nei. Hann gerir breytingu upp í 73 kíló. Hann þá komin í 13 kíló meira heldur en var uppalega skráður með uppásþyngd. Stöngin klár eins og sjáið.
73 kíló og núna tæp mínúta eftir af tímanum. Þessi Kristinn Þór Hilmarsson fæddur árið 2007, hann 17 ára á árinu, lyftir fyrir lyftingafélag Reykjavíkur. Hér kemur Kristinn Þór, búinn með 70 kíló, reynir hérna við 73. Já, vel gert hjá honum. Hún hann að klára. Já. Frábær lyfta og enn öruggari núna heldur hann áðan. Glæsilegt, algjörlega glæsilegt. Sjáum þetta aftur hérna hjá honum. Nú fær hann 3 já. Enda eins sem ég varst hann töluvert öruggari núna heldur hann áðan. Þannig að það spurning hvort hann vil ekki bara bæta aftur verulega í. Glæsilega gert, 73 kíló á loft hérna. Og hann breytir upp í 75 kíló, en hún komið að Guðjóni Gauta Vignissyni. Hans fyrsta lyfta. Hann Guðjón Gauti lyfti fyrir lyftingadeild Íþróttabandalags Akraness IA. Stöngin klár. Hann gerir breytingu. Hækkar upp í 77 kíló. Þannig að Kristinn Þór Hilmarsson aftur næstur í röðinni. En spurning hvort hann taki þetta. Það er ekkert ólíklegt að hann hækki kannski 1 kíló viðbót. Þeir alltaf eitthvað að fara yfir stöðuna. Já, það breyting. Og 77 kíló, ok. Þá Guðjón Gauti Vignisson næstur. Stöngin klár með 77 kílóum. Guðjón Gauti, ætlar hann að hækka aftur eða tekur þetta sem hans uppast þyngd? Það eru mikla pælingar þetta baksviðs, en hér kemur Guðjón Gauti. ...77 kíló. Já. Aldrei spurning, frábær lyfta og það að sjálfsögðu 3. Já. Glæsileg byrjun á Guðjóni. Sjáum þetta eftir hérna hjá honum. Aldrei spurning hér. Og klárar þetta frábærlega. Stöngin svo klár hérna með fyrir hann Kristinn Þór Hilmarsson. Hann einnig að reyna við 77 kíló. Þetta hans síðasta lyfta. Tók 70 og svo 73 kíló. Spurning hvort að hann haldi sig ekki við þessi 77. Minnst allavega ansi líklegt. Það var reyndar, það var klálega, það var töluvert öruggari með 73 kíló heldur þessa fyrstu með 70. Þannig að ég full að trúa að hann haldi það áfram bara að vera meira og meira samfærandi og klári hérna 77 kíló. Sjáum hvað hann gerir. Kristinn
byrjar, flott byrju, nú bara að klára þetta og já, svolítið skakkur en ég held að þetta sé allt, nei, hann fær hann ekki í gilda því miður, hann er ekki alveg að rétta vel úr sér og fær aðeins 1 já, hann er ekki dæmt gild þessi lyfta en enga sé frábær tilraun hjá honum. Sjá, hann er ekki alveg að rétta með lósir og því fór sem fór en enga sé mjög vel gert hjá honum, endar í 73 kílóum, gleymið því ekki, hann skráði upp á stingdina sína sem 60 kíló. En hér er Guðjón Gauti Vignisson búinn að hækka upp í 82 kíló, tók 77 í sinni fyrstu lyftu áðan. Já, hér kemur hann. Hans önnur lyfta tók 77 kíló en sannfærandi áðan, hvað gera með 82? Já. Svo er bara að klára þetta. Já. Hvað þarf hann að halda lengi hérna? Hann að koma til loksins. Og það eru 2 já, þetta er gild lyfta. Sjáum þetta aftur hérna, það þurfti að bíða lengi eftir merkjafadómurunum. En glæsilegt, hann klárar þetta, fær 2 já og það er góð og gild lyfta. Já, hann fær hann loksins merkjum þetta sé klárt og Guðjón Gauti Já, það voru svona tækniörðuleikar á dómurunum á þess að beið hann svona lengi eftir samþykkinu. iPhone hent fyrir rútuna. En já, Guðjón Gauti búinn að hækka upp í 84 kíló. Það verið að rýna í stöðuna hérna bak við tjaldið. En stöngin er klár í 84 kíló, spurning hvort að Guðjón taki það eða hvort hann vilji fara enn lengra. Hækkaði talað 5 kíló frá fyrstu lyftu í þá aðra. Ef hann tekur aftur svoleiðis hækkun þá myndi hann á samtals 150 kílóum, þar að segja hann myndi klára 87 kílóin. Nei, fyrirgefi, ef hann myndi taka 85 kíló ætla að segja, ef hann betur einu í viðbót og klára hann. Já, fyrir 85 og eins og ef hann klára 85 kílóin þá myndi hann taka samtals 150 kíló og það er ansi vel gert. Stöngin klár með 85 kílóum. Það hefur ennþá 40 sekúndur á tímanum. Já, Eldan taki 85 kílóin. Já, en það kemur hann. Ef hann nær þessu eins og ég segi þá er hann í samtals 150 kílóum. Það var í ansi vel að verki staði. Sjá hvað gerir hér. Guðjón Gauti fyrir
IA. Já, virkilega góð byrjun og nú er bara að klára þetta. Og, já, frábærlega gert, algjörlega glæsileg lyfta, það eru 3, já. Og það eru þó allar 6 lyftnar í dag hjá honum góðar að gildar og enda samtals með 150 kíló. Þá er komið að heimamanninum í honum Aroni Orra Alfreðssyni. Eins og ég sagði á hann, þetta er hans fyrsta mót. Hann var algjörlega glæsilegur í snurruninni sem hann endaði í 81 kílói. Og byrjar hér í 95 kílóum, alvöru skrokkur á þessum dreng. Hér kemur Aron Orri úr lyftingardeild KA. 95 kíló á stönginni eða með stönginni. Og já, frábær byrjun á honum og nú er bara að klára þetta, fulla trú á honum. Já. Glæsileg lyfta hjá Aroni. Það eru 3 já að sjálfsögðu. Sjáum þetta aftur hérna hjá honum. Hann er þá komið samtals 176 kíló, þau verða alveg örugglega fleiri. Mér finnst það samfannandi í þessari fyrstu lyftu hérna í jafnhendingunni. Já, glæsilegt. Og þá er hann búinn að ákveða að hækka 10 kíló upp í 105 kíló. Það er alvöru hætting. Hann gerir svo sem svipað í snurruninni líka. Hækkaði sig verulega milli lyfta. Byrjaði þar í 67 kílóum og endaði í 81. Og hækkar hann strax 10 kíló upp í 105 kíló. Og væntanlega tekur það á endanum. Hefur ennþá nægan tíma. Ja, hann gerir aftur breytingu. Hann fyrir 107 kíló. Það er þá aukning 12 kíló frá fyrstu lyftu í þá næstu. En það sjáum við Konráð Krumma bíða, hann er ennþá eftir að byrja, en hann og hans uppásþyngd 110 kíló. Við bíðum bara eftir að Aron Orri verði klár hérna í sína aðra lyftu, 107 kíló. Hérna kemur hann, það er alveg klapp hérna. Hér mætir heimamaðurinn úr lyftingardeild KA á sínu fyrsta móti og þvílík frammistaða hjá honum til þessa. Hvað gerir hann hér? Já, vel gert. Nær hann að klára. Já. Þvílíkur styrkur í þessum gæja. Þetta var glæsilega gert. 3 já og þetta er góð og gild lyfta. Sjáum þetta aftur hjá honum. Hrikalega vel gert. Og gefur sér góðan tími í þetta og nær svo hérna sjáum við styrkin í þessum löppum og hann klárar þessa lyftu glæsilega. 107 kíló. Og meðan ég er að horfa á þessar endursýningar þá er búin að vera taktík hérna. Konráð Krummi Sigurðsson er búin að hækka sína þyngd upp í 112 kíló. Og Aron Orri er búin að hækka sína upp í 111.
og stöngin er klár með 111 kílóum. Það er spurning hvort að Aron vilji fara í enn meiri hæð, enn meiri þyngd að segja. Flesti var svona til í aðeins meiri hæð. En sjáum hvað Aron Orri gerir. Við verðum þannig nægan tíma til að fara yfir hlutina. Allt steindautt á uppbytunnarsvæðinu. Þannig að við skulum bara halda okkur við að sína pallin góða. En Aron Orri hækkar sig upp í 112 kíló og þá er komið að Konráði Krumma Sigurðssyni. Spurning hvort að Konráð taki þetta eða... Nei, hann hækkar sig strax aftur í 115 kíló. Þá er komið aftur að Aroni Orra Alfreðssyni með 112 kíló. Það var í aukningum 5 kíló frá þessari síðustu lyftu. Hann tók nú alveg verulega í þessi 107 kíló. Hann kláraði þetta mjög vel. Það spurning bara hvað þorir að taka mikið stökk. Já, hann er klár í 112 kíló og hérna kemur hann glæsilegur í hans síðustu lyftu hér í dag. Aron Orri Alfreðsson í endurtekið. Þetta er hans fyrsta mót og þvílík innkoma hjá sem gæja. Nei, hann er ekki 112 kílóum. Enga síður flott tilraun hjá honum og bara getur verið virkilega stoltur af sinni frumraun. Algjörlega glæsilegu gæi, tekur 81 kíló í snörun og 107 í jafnhendingunni og endar samtals með 188 kíló. Hrikalega sannfærandi og flottur í þessu. Aron Orri, þá er röðin komin að síðasta keppandanum okkar, það er Konráð Krummi Sigurðsson. Hann er búinn að hækka sína uppástöngd upp í 115 kíló og stöngin er klár fyrir hann. Og hann tekur hana, það er ekkert að tvína hún að vita, hann er bara mættur. Laga beltið hans til, hann tók 100 kíló slétt í snöruninni áðan, var mjög sannfærandi þar, tók alla 3 lyftuna gildar og góðar. Hvað gerir hann hér í sinni fyrstu í clean and jerk? Já, þetta virkar mjög þægilegt fyrir hann. En er hann að klára? Já. Frábært, algjörlega frábært. Það er klappa vel fyrir honum. 3 já, en þetta var eiginlega aldrei spurning. Sjáum þetta aftur hérna. Konráð Krummi er einn eftir, þannig að það er bara spurning hvað hann hækka mikið. En sjá þessi 115 kíló fóru freka þægilega upp hjá honum. Glæsilegt, algjörlega glæsilegt. Hann er búinn að hækka núna upp í 117 kíló. Kæmur svo ekkert óvart að hann myndi hækka meira í viðbót. Það virkaði alltaf það þægileg fyrst að lyfta hjá honum. En stöngin er allavega klár með 117 kílóum, en hann er að fara að hækka það. ...118 kíló, já, það er aftur bætt við á stöngin er góðu. Og stöngin er klár með 118 kílóum. Já, hann fer í 120 kíló en það er þá aukningum 5 kíló frá hans fyrstu lyftu. Sjáum hvort hann takir það. Komin með samtals 215 kíló og ég hef full að trúa að það
Svo tala ég eftir að hækka Stöngin klár. stöngin allavega klár með 120 kílóum hérna. Já, vissi Konráð Krummi síðasti keppandinn. Þannig að það eðlilega mjög rólegt yfir uppbytun á svæðinu. Mínúta eftir af tímanum hjá Konráð. Ekki að stressa, þannig að tími til stefnu, en ég sín svona stefnaði, jú, hann tekur 120 kílóin, hérna kemur hann. Hér kemur Konráð Krummi með sína aðra lyftu í jafnhendingunni, 120 kíló. Æ, virka eins og hann væri með þetta, eins og missir hann hérna. Mér fannst þetta alltaf að lúkka mjög vel hjá honum. Sjáum aftur þessa lyftu. Stöngin klár fyrir Konráð Krummi, 120 kíló, síðasta lyfta. Sjáum aftur hvernig þetta fór hjá honum. Já, ég held að hann ná þessu í næstu tilraun. Stöngin hann klár, hann tími gengur 1:40 eftir, en hann hefur ennþá góðan tíma í aðeins að nústilla höfuðið og reyna aftur við þessa þyngd 120 kíló. Það þá síðasta lyfta dagsins. Síðan er það bara verðlaunafhendingin framöndan. Er þetta eitthvað aðeins að fara yfir þetta, hann, Konráð og hún Indiana, hvort að taki þessa þyngd eða hvort þau kannski bæti örlitlu við, en ég var til að sjá hann reyna við 120 kílóum og klára þetta bara og reyna að ná þá samtals 220 kílóum. Sjáum hérna 45 sekundur eftir að tímanum, þannig hefur tími. Hérna kemur hann. Já, hann ætlar aftur að reyna við 120 kílóin. Síðasta lyfta dagsins, Konráð Krummi Sigurðsson fyrir lyftingafélag Kópavogs. Tók 115 fyrstu lyftu og ég held hann taki 120 núna. Já, þetta er betra. Svo bara að klára tjörkið hérna. Og já. Þetta var glæsilegt, alvöru endir á þessu móti. Konráð Krummi Sigurðsson, sjáum þetta aftur hérna. Já, síðasta lyftan í dag búinn, við gefum okkur örfá mínútur í að reikna stig og verðum við verðina. Sjáiði alvöru karakter í honum, hann náðist ekki á hann, en kemur svo hérna með virkilega sannfærandi lyftu í og klárar 120 kílóin. Það þýðir þá það að staðan er þá þessi hjá köllunum að, já, sjáum hérna Kristinn Þór Hilmarsson ætla ég að segja úr lyftingafélagi Reykjavíkur. Hann tekur 66 kíló í snöruninni og svo 73 í jafnhendingunni og er þá samtals með 139 kíló. Hann Guðjón Gauti Vignisson úr lyftingadeild Íþróttabandalags Akraness eða IA. Hann er með 65 kíló í snörun og svo 85 í jafnhendingunni og er það samtals með 150 kíló. Aron Orri Alfreðsson úr KA á sínu fyrsta móti með 81 kíló í snörun og 107 í jafnhendingunni, er það samtals með 188 kíló. Og svo
hann glæsilegur Konráð Krummi Sigurðsson úr lyftingafélagi Kópavogs. 100 kg slétt í snörun og svo klárar hann hérna með síðustu lyftudagsins 120 kg í jafnhendingunni og það samtals með 220 kg. Virkilega flott mót. Úrslitin eru klár. Nú bara að veita verðlaunin og svo skemmtilegu frágangur framöndan fyrir félagana í lyftingardeild KA. Þeir bara mjög flottir og sína gríðarlega vinnu við að gera þessa flottu aðstöðu hérna í íþróttasal KA. En hérna koma kapparnir. Ég ætla að byrja að þakka strákunum kærlega fyrir það rosalega fallega fyrir þetta. Mjög skemmtilegt að fylgjast með ykkur lyfta. Laka til að sjá okkur lyfta eftir þingur næsta ári, en ekki. Það að taka mamma og pappa með. Það líka öldungaflokkur, þannig að mamma og pappi getur keppt líka. Í þriðja sæti með 196,67 síklu stig frá lyftingafélagi Reykjavíkur Kristinn Þór Hilmarsson. Já, Kristinn Þór Hilmarsson í þriðja sæti. Og Nutrúlu frá 7. sporturum. Glæsilegt. Í öðru sæti með 239,66 síklu stig á sínu allra fyrsta móti. Já, í öðru sæti stolt Akureyrar Aron Orri Alfreðsson. Glæsileg frumraun á hans fyrsta móti. Kuldaslíf frá Kuldakríó og Unbroken Dúka. Glæsilegt og þá bara sigurverðin eftir. Með 268,32 síklu stig Konráð Krummi Sigurðsson. Það þessi vissum Konráð Krummi Sigurðsson úr lyftingafélagi Kópavogs. Hann var verðlaunafengi. Hann var gjafabréfi skógarbúðir frá Malbyggur Norðurlands og bakpoka frá Hybrid. Já, sjáum hérna gæðana. Gleymum svo ekki heldur, það var líka frábært mót hjá Guðjóni Gauta Vignissyni. Þetta virkilega flott og búið gaman að sína þetta mót hérna úr KA-milinu og við þakkum bara kærlega fyrir áhorfið, kæru áhorfendur, og við sjáumst væntanlega fersk að ári, en við úr KA-TV viljum þakka kærlega fyrir áhorfið bæði í dag og í gær og sjáumst fersk. Bless.